Leikfélag Menntaskólans á Akureyri setur nú upp sína 70. sýningu, söngleikinn Útfjör, sem nýstárlegur söngleikur eitthvað sem snertir okkur öll, okkar eigin fjölskyldu. Árið 2015 vann söngleikurinn 5 tóniverðlaun fyrir besta handrit, bestu tónlist, besta leikari í aðalhlutverki, bestu leikstjórn og sem besti söngleikur ársins. Þetta glæni söngleikur, hefur aldrei verið settur upp á Íslandi áður. Og ég og maðurinn minn þýddum textan og hann sáum að þýða söngtextana með góðri aðstoð frá föður sínum. Og já, þannig við erum mjög spennt að sýna eitthvað sem algjörlega nýtt sem að enginn á Íslandi hefur séð, allavega ekki á íslensku, þó svo einhverjir kannski hafi séð það núti. Þetta bæði gaman og drama. Já, þetta byggt á bók sem kom út 2006 sem heitir Fun Home, A Tragic Comedy. Þannig að þetta sitt lítið á hvoru og þessi bók sjálfsævisaga Alison Bechdel og hún teiknimyndasöguhöfundur og þessi sjálfsævisaga teiknimyndasaga og fjallar sambandi hennar við pabba sinn og hún er svolítið að horfa tilbaka og rifja upp ýmislegt úr æsku sinni og reyna að skilja hver pabbi sinni var og hvaða áhrif hann hafði á það hver hún í dag. Þannig að þið segja mér aðeins frá þínum karakter, Alison. Alison hefur gengið gegnum margt og upplifað mikið og hún ákveður að skrifa teiknimyndasögu bara ævina sína sem hún hefur upplifað og reynir að koma því í teiknimyndasögu og rifjar upp og reynir að komast að alls konar hlutum sem hún kannski tók ekki eftir þegar þeir gerðist og reynir að komast að af hverju eitthvað gerðist og já, hún sér það svo vel fyrir sér að það birtist svona hjá henni. Þannig að hún tæknilega séð, ein í verkinu en nær að komast svo vel inn í aðstæðurnar sem hún upplifði að hún sér það fyrir sér og nær þá betur að svona pæla í komast að hlutunum sem henni langar að komast að. Hvernig tengist þessum karakter eigið eitthvað sameiginlegt? Sko, það svona, þetta að smella saman, maður alltaf að komast meira og meira inn í karakterinn, en já, hún mjög svona forvitin og svona ákveðin, hún mjög svona sjálfstæð, þannig að já, ég kannski tengist á einhvern leyti. Ég leik Bruce Bechdel. Þetta pabbi aðalpersónunnar og hann svona heldur heimilinu svona dálítið í ógnarvaldi, sko, en hann samt svona, það alveg leiðir á ránu, sko, þetta flókin karakter, sko, sem við fáum bara að kynnast í gegnum verkið, svo ég segi ekki meira, sko, maður eiginlega passa sig hvað maður segir. Við erum að skilja eitthvað eftir fyrir áhorfandanum sem að kemur og horfir. En þú hefur mikið verið að syngja en kannski ekki eins mikið leika? Nei, ekki með leikinn, sko, en sönginn hefur nú búin að vera dandalast eitthvað við síðustu misseri, sko. Þannig að þetta fínt hlutverk til þess að byrja því það mikill söngur í... Já, algjörlega. Mikill söngur og eitthvað af krefjandi lögum, sko, þannig að skemmtilegt að fá að reyna þess á sig. Það mikil tónlist í þessu verki. Þitt hlutverk sem tónlistarstjóra, hvert það? Það aðalega að stjórna hljómsveitinni og það var líka í byrjun ferilsins náttúrulega bara að útsetja lögin. Þetta erfið og mikil verk og fyrir risastóra hljómsveit. Við erum náttúrulega bara með tíman hljómsveit hér og hafa bara utanumhald. Svo annar tónlistarstjóri með mér, hún heitir Sólrún Svava og yfir bandinu, hún fiðluleikari í bandinu. Þetta heilmikið tækifæri fyrir þig til þess að taka þátt í svona? Já, algjörlega. Sérstaklega að því að þessi sýning byggist bara á tónverkinu sem slíkur. Af því að það var ekkert grín að semja þetta. Janine Tesori samdi þetta verk og það tók hann alveg 7 ár. Þannig við erum mikið pressa. Þú eru ánægð með það að Ellima valdi verk með svona mikið tónlist í? Já, sko ég var náttúrulega bara svolítið stressuð þegar ég heyrði heyrði af þessu að við ætluðum að setja þetta upp. Hafði ekkert heyrt þetta, fór að hlusta aðeins og ég bara já, þetta verður mikið verk en það trúði allir svo mikið á okkur að ég sá alveg möguleikana í þessu og bara trúa á hvort annað gerir heilmikið. Þannig að
Það er allt hægt þá. Það er allt hægt. Ég tók eftir einu daginn með tónlistina. Það er mjög mikið, þetta verk snýst mjög mikið það að heimsækja sömu hlutina aftur, sko. Þetta er í rauninni, þetta er ekki bein tímalína því hún flakkar voða mikið á milli og tónlistin sjálf líka flakkar mjög mikið á milli, ekki bara í texta og söng, heldur líka bara í hljóðfærunum. Maður getur heyrt, ef maður hlustar vel allavega, þá heyrir maður parta úr fyrri lögum, koma í seinni lögum og þess aftur, sko. Já, akkurat, þannig að við erum að flakka fram og tilbaka í tíma en svo eru líka með drama og gaman, tvær andstæður. Já, en þetta er kannski með andstæðina, það virka mjög vel saman. Að dramaði lyftir gamanu upp og gamanu lyftir dramaninu upp og þar á móti, þetta er bara eins og súrt og sætt, sko, þetta virka mjög vel saman. Hafðirðu heyrt þetta verk áður? Nei, nefnilega ekki. Ég var bara að kynnast því á sama tíma og við fengum að vita hvað við vorum bara að gera. Og hvað var svona fyrsta sem þú hugsaðir þegar þú varst búin að lesa yfir handritið? Mér fannst þetta mjög áhugavert og ég er mjög spennt að gera þetta, sko. Þetta er mjög krefjandi á svona verkefni, þannig mjög spennandi. Við skoðum mjög margar hugmyndir og mikið af þekktum söngleikjum og svona. Og ég er svona að planta þessari hugmynd frekar snemma og umfjöllunarefnið er mjög svona á mjög vel við bara það sem er að gerast í samfélaginu í dag. Og ég er svo stolt að hafa þorað að fara í eitthvað sem að enginn þekkir. Ég er mjög spenntur að fara að sýna. Við höfum þessa viku til þess að leggja loka hanskatökin á þetta. Svo verður bara mjög gaman. Þetta er búið að vera virkilega skemmtilegt hingað til og ég er bara spenntur að halda áfram. Hverju áhorfendur von á svona tónlistarlega séð frá þessu verki? Sko bara blöndu af klassík og söngleik og þetta er svo ótrúlega skemmtilegt eins og Ari var að tala um áðan að það er alltaf repræsar, þetta er alltaf að minna á sig aftur og aftur, sömu stefin koma saman og já, áhorfendur geta búist við miklu. Þannig að það er bæði ákveðin svona tilfinningar rússíbani í verkinu alveg eins og í tónlistinni. Já, bullandi. Og bandið hættir í sjálfu sér aldrei að spila. Við erum alltaf með senutónlist sem lyftir senunum svolítið mikið og setur mjög skemmtilegan svip á þetta allt saman. Og þá reynir á að þú sért innbeitt allan tíman? Já, ég þarf að vera tilbúin með allar innkomur. Á hverju eiga áhorfendur von þegar þeir koma hérna á þessa sýningu? Mjög svona tilfinningaþrungin stund þegar eftir að fara fram og tilbaka upp og niður svona tilfinningum en já, þegar eftir að vera bara dolfallin held ég allan tíman. Ég er með ótrúlega færa söngvara og leikara á sviðinu. Þetta er ekki barnasýning en þetta ég held að allir muni geta tengt við fjölskyldumynstur. En ég held að þau vona á mikilli skemmtun og eftir að fara út af þessari sýningu með mjög opið hjarta.